Þá byrjum við. Komið sæl eftir. Einhverja spurningar áður en byrjum? Ok. Í dag ætlum við að fjalla sýna raun í dæmi af því sem við erum búin að vera að tala með því að fjalla þessu ákveðnu gagnagrund. Jú, alveg rétt. Jú, alveg rétt. En áður en við byrjum að því, þá fáum við hérna gestafyrirlesara sem ætlar að tala við 2-3 mínútur, kynna fyrir okkur áhugaverða hluti. Mjög stuttur fyrirlestur. Þannig að komið sæl, ég heiti Guðlaug, kem frá skrifstofu alþjóðaskipta. Mér langaði bara rétt að fá að nýta með tækifæri að minna ykkur á alþjóðadaginn okkar sem verður hérna á 50-daginn. Ég ætla að hvetja ykkur til þess að taka þátt hérna í sólinni, kannski þegar við sennilega kynst þessu áður. Og hvetja ykkur til þess að koma til milli 11 og 1, þannig að þið hafið örugglega tækifæri til þess að kíkja. Erlenduskiptinu mun ætla að gefa ykkur eitthvað að borða og eru til viðsals og svo alls konar stofnanir eins og sendiráðin og samtök sem að kynna tækifæri erlendis. Þannig að ég ætla bara að biðja ykkur að muna það og hafa það í huga og bara því fleiri sem koma, því skemmtilegri verður dagurinn. En ég bara vona að þið njótið tímans annars. Takk fyrir mig. Okay. Við þökkum fyrir þetta. Og þá erum við að fjalla þetta. Við ætlum sem sagt að sýna dæmi hvernig við þróum gott reiknirit með því að finna gott líkan að verkefninu. Fyrst þarf maður að átta sig á því hvernig setja þetta upp í tölvu, síðan að hugsa upp aðferðir til þess að leysa það, reyna síðan að meta hversu skilvirkt það er það nægilega gott fyrir mig? Ef ekki, þá verður maður að finna ástæðuna fyrir því, finna leið til þess að glíma við það og rauninni halda áfram þar til maður komið eitthvað sem er ásættanlegt. Þannig að þetta helst saman í hendur, þú veist að átta sig á hvernig reiknirit maður þróar og hvernig maður síðan metur reikniritið. Við skulum skoða þetta dæmi hérna. Við erum í þessum kringumstæðum að við erum eitthvað safn af hlutum og sem við viljum tengja saman. Og við viljum geta svarað fyrirspurnum að taginu til leið milli tveggja hluta. Og innan milli þá getum við, milli þessara fyrirspurna, þá getum við fengið ábendingur að nú eigum við að tengja saman viðkomandi 2 hluti. Tökum dæmi. Við erum sérst með tvenns konar aðgerðir sem þessi gagnagrind sem ætla að þróa þarf að geta gleymt við. Annars vegar union, það er þess að sameina 2 hluti saman og hins vegar find aðtóa hvort það sé tenging á milli þeirra. Til að mynda, við fáum hérna beiðnina union 3,4. Það segir okkur að það eigi að vera tengsl á milli 3 og 4. Gott og vel, þá lítur þetta svona út. Síðan fáum við 8,0. Ok, þá komum tenging þar á milli. 2,3. þá bætist við tenging þarna. 5,6. Ok, þeir tengja saman. Nú fáum við fyrirspurnina find 0,2. Það er að segja, 0 og 2 tengdir? Til leið milli þeirra, þar sem maður lyftir ekki upp pennanum. Og þarna sjáum við það, nei, það er engin tenging á milli 0 og 2. Hins vegar, þegar við fáum fyrirspurnina 2 og 4, þá til leið milli þeirra, já. Frá 2 yfir í 3, yfir í 4. Svona getum við haldið áfram. 5,1, ok, þá samanast þeir. 7,3, þá tengist þeir 2. 1,6. Nú sjáum við að 1,6 þegar tengdir, þannig að þetta gerir ekki neitt. Við þurfum ekki að bæta við legg á milli þessara tveggja vegna þess að það til tenging í gegnum 5 yfir í þá 2. Síðan kemur 4 og 8, ok, það tengist find 0,2. Já, nú tenging á milli þeirra með því að fylgja þessari leið hérna frá 0 yfir í 8 yfir í 4 og 3 og 2. 2,4 það sama. Þannig að þetta er verkefnið. Við viljum geta tekið við beinum af þessu tagi, annars vegar tengja saman 2 stök og hins vegar til leiða milli tveggja gefna staka. Það getur að þetta
öðruvísi tegunda verkefni heldur við fáum yfirleitt þar sem að við yfirleitt fáum eitthvað ákveðið inntak og eigum að skila einhver ákveðum út. Það er að segja allt inntakið skilgreint fyrirfram. Hérna það rauninni þannig að það koma sífellt inn fyrirspurnir. Hugsaðu einhvers konar þjón, vefþjón, sem fær beiðni frá notandanum og hann þarf að bregðast við þeim reglulega. Hann veit ekki fyrirfram hvaða beiðni koma. Já. Hvernig ákvarðarðu hvað sex í þessu net? Hvar er það staðsett? Já. Sko, þessar teikningar eru bara til okkur til þæginda, eins og maður segja. Við getum teiknað hvernig sem við viljum, en tölvan er ekki teiknað, hún raunir bara lítur á þetta sem þessi vensl og geymir það sem einhvers konar lista. Við sjáum að myndirnar framsetning hefur ekkert með að gera hvernig svörin eru við spurningunum. Hérna hefur þetta verið gert þannig að við þurfum ekki að fá línur fram og tilbaka svo það sé ekki of ljótt. Takk fyrir spurninguna. Fleira? Er verkefni skýrt? Fyrst að við lært frá 1-6. Er við hvort þeirra sem 6? Er ég minn 1-6 að vært við lært því? Já, þeir teikna leggjarna en við getum líka litið svo að það sé þegar komin tenging þarna á milli, þannig að það er ekkert sem við endilega þurfum að gera. En eins og þegar þú ert að tengja þetta, þú bara skrifa niður að númer spurningu þessu 9, skrifa neðan tengingana. Hvernig veistu, ef að 0 er tengt við 7 og 9, og svo er allt tengt við þetta líka. Af hverju er þá 9 sem frekar tengt við allt þetta við 7? Veitu, af hverju er 9 ekki tengt við? Svo er eitthvað sem ég var að gera þetta fyrir. Já. Þá er allt tengt við 9. Aha. Það er líka allt tengt við 7. Af hverju er þá vel maður þá frekar 9? Ok, nú ertu farin aðeins fram á við. Það er að segja hvernig við táknum þetta þegar við erum að vinna með þessu ákveðnu reiknir og formúlur á þann hátt sem við skulum koma að því. Ok, en við sjáum að það sem rauninni myndast er svona tré eða einhvers konar net. Hérna er einhver tengdi þættir og spurningin er þá alltaf, eru við viðkomandi 2 stök í sama tengda þætti? Er til leið á milli þeirra? Þeir taka hérna þetta dæmi, svona ákveðnar hermanni sem er gerðar í ýmsum vísindum og það er klassískt verkefni sem kallað percolation. Það getur þýtt á íslensku sem sitl eða hrip, lítið svo á að þeir séu með einhvers konar jarðveg og jarðvegurinn hefur ákveðin göt, vatnið seytlar hérna niður frá toppinum, spurningin er kemst vatnið niður í botninn, kemst það niður í, hvað kallast það, grunnvatnið. Segjum að þetta sé einhvers konar spillefni, komast spillefni niður í grunnvatnið, þar með menga frá sér. Og hérna gera það svona hermun, þar sem ég gera því skoðana, ok, hver punktur hérna hefur ákveðin líkinda á hvort það sé tómur eða ekki tómur. Hvort það sé gat eða ekki gat. Og þá sjáum við að vatni getur seytlað niður þangað sem það er tengt. Það er að segja, ef það kemur hérna uppi, þá getur það farið úr þessum, veistu sína það hérna. Ef það kemur hérna inn, úr þessu kemst það í alla þá reiti sem eru við hliðina á, eða sem tengjast, sem eru tómir. Aðlægir tómir reitir. Svona tengist þetta allt saman, við komumst hérðan, við komum hingað, en við komumst ekki lengra, vegna það er ekki tenging til dæmis yfir í þennan hvítareit. Og ef við gerum þetta af handahófi, þá er spurningin sem þeir vísindamenn spyrja sig, hver eru líkindin á því að við komumst úr toppnum yfir í botninn? Eða hvað þurfa að vera að meðaltali margir tómir reitir til þess að þetta segli niður? Og þá gera það svona herminu tölvu, þannig að þeir gera svona tilraun, opna reiti af handahófi og athuga ok, hvenær gerist það að þeir komast niður. Og þá er það spurning af sama tagi eins og við erum með,
vegna þess að við getum sem litið sá að hver reitur hérna sé hlutur sem við erum að tengja saman og þegar að tveir reitir eru opnaðir, þegar reitir eru opnaðir, þá tengist hann við aðlæga opna reiti. Og þá spurningin, ok, til tenging úr efstu röðinni niður í neðstu röðina? Ef við gerum þetta á svona grófan veg og spyrjum þetta ítrekkað í hver skipti, þá þurfum við alltaf að rekja okkur í gegnum allt kerfið. Hugmyndin svo að hafa gagnagrind sem getur svarað þessari spurningu á skilvirkan hátt. Annað dæmi við erum með einhvers konar net. Og hérna til dæmis einhvers konar völundarhús. Spurningin til leið úr þessum punkti P hérna yfir þennan punkt Q. Leið þýðir þá þar sem við getum fyllt línunum án þess að það komi eitthvað bil á milli. Þá sjáum við þessi rauða leið hérna merkt. Þannig að svarið hérna greinilega já. En það erfitt að sjá út frá svona stóri mynd, til tenging úr þessum punkti hérna yfir í þennan punkt hér. Maður þarf að leggja þetta alltaf þessu til þess að finna það. Og sérstaklega, hérna ætlum við að bjóða upp á þann möguleika að það sé alltaf bætast við tengingar. Þannig að við getum blandað saman fyrirspurnum, þetta tengt og það þessi bætt við nýjum leggjum. Þannig að já, það leið þarna, og með þessari gagnagrind sem við ætlum að kynna þá hægt að svara slíkum spurningunum. Það eins og það meira mál að finna leiðina og það eitthvað sem við lesum í kafla 4, sem sagt í síðasta hluta námskeiðsins, ykkur 10 eða svo. Hérna taka þið dæmi hvernig þetta getur allt komið við sögu. Eitt skemmtilegt dæmi sem við ætlum að sjá, það að líta á þessa díla í stafrænni mynd sem punkta. Og tveir díla sem eru hlið við hlið, þeir eru tengdir. Og þá til það spurning, kemst úr einu díl yfir annan díl þar sem það fylgir alltaf bláum. Fylgir bláum línum. Almennt talað tengist þetta netum, og tölvunet eru náttúrulega dæmi þetta, hægt að senda post frá A yfir í B, þá þarf að vera tenging frá A yfir í B. Þetta grundvallar spurning, allir svona net komu líka að sögu á þess að maður sjá þau, þar sem það getur verið meira abstrakt. Dæmi það eru svona félagsnet, Facebook og vinskapur þá svona tengst. Þannig að þetta var það spurning, ég tengdur yfir Jón gegnum einhverja millivinni? Vin yfir í vin og svo framvegis. Ok, þannig að þetta dæmi sem við ætlum að spá í. Nú spurningum að finna lausnaraðferð fyrir þetta. Fyrst erum við reyndar að formúlera það og þá hagkvæmt að líta þessar hluti sem bara númer. Við erum með númerið frá 0 upp í n-1. Það eru n hlutir og hver táknar bara ákveðið númer. Það þýðir að við getum litið á þetta sem ákveðið fylki. Og með því erum við að einfalda, við erum að sía út fyrirbæri sem skiptir ekki máli til að mynda, ok, hver hlutur hefur kannski eitthvað nafn. En nafni skiptir ekki máli í þessari vinnslu sem við ætlum að framkvæma. Þau verða kannski gegnt einhverstaðar annar staðar. Við þurfum bara þessi númeringu. Og þá spurningu að búa til góða gagnagrind. Hérna rauninni skilin, þetta API. Þetta það sem við viljum geta framkvæmt. Við viljum geta svara tveimur fyrirspurnum. Eitt hlutur tengd við annar hlut og láttu þessar tvo hluti vera tengda saman. Bættu við tengingum milli þeirra. Síðan hagkvæmt að hafa þessa hjálparaðferð. Hérna count, það telur hvað eru margir þættir. Þegar þessi talning komin niður í 0, 1 fyrirgjöfu, þá allir saman tengdir. Og þá getum við litið á þetta svona, það að segja, við setjum við upp sem fylki og gildið í þessu fylki, í hólfi til dæmis 3, það táknar, ok, ég í sama tengda þættinum sem 9 niður.
og tvisturinn og fjarkinn eru líka í sama tengdaþætti og 9 er. 5 og 6 eru sama tengdaþætti sem við númerum með 6-unni. 7 og 8 eru sér og 0 og ásinn eru líka sér. Þetta er afskaplega einfald leið til að tákna þetta. Þannig að þeir sem eru í sama hóp eru með sama hópanúmer. Við sjáum að það eru 3, 4, 5, 6 hópar. Til þess að svara hvort menn séu tengdir þá er spurning, eru þeir í sama hóp? Er ID-gildið þeirra sama? Gæti ekki verið einfaldara. Til þess að sem sagt sameina 2 hópa, þá getum við einfaldlega bara breytt hópanúmeri hjá öðrum hópnum yfir í hinn hópin. Til að mynda, ef við ætlum að gera union fyrir 3 og 6, þá erum við að segja, ok, hópurinn sem 3 er í á að sameinast hópnum sem 6 er í. Og þá breyti ég öllum þeir sem eru í hópi, sama hóp og 3 er, það er að segja þeir sem eru með 9, þá breytast þeir yfir í hóp 6. Þetta er rauninni lýsingarna á fyrstu lausninni. Spurningar? Við getum gert það, já. Það skiptir ekki máli, nei. En það hafa 5. Hafa 5? Já, en sko 5 hefur þegar verið númerið sem 6, þannig það er ekki rökrétt að fara síðan aftur og breyti yfir í 5. Ef ég hefði haft það sem 5, já, ef 5 og 6 hefði haft 5, þá er það líka samskonar númering, bara sem er grísk. En yfirleitt þurfum við einhverja reglu og hérna í þessum aðferðum hér, þá notum við það reglu, ok, fyrri hópurinn breytist yfir í seinna hópinn. Við getum alveg sem seinni breytist yfir í fyrri, þurfum bara eitthvað ákveðið. Það er union 1 og 9. Já. Og bara 9 og 1. Nei, þá bara 1 og 9. Rétt. Ef það er union 1 og 9, þá breytist ásinn yfir í 9. Allir ásarnir, já. Sem í þessu tilfelli er bara 1. Ok. Þetta spyrist vera ljóst. Hvað breytist það 6 þegar tengir svona 3 og 6? Já. Hvað breytist þá ekki 5 og 6 yfir í 9? Hérna erum við að gera union 3 yfir 6, já. Á hverju breytast... Hvað sér það? Á hverju verður þetta 6 en ekki 9? Svar. Á hverju eru þetta 6 en ekki 9? Þú tekur það seinna, alveg rétt. Það er 6 þegar það kemur seinna í þessari fyrirspurn. Sameinaðu 3 yfir 9, þá breytir allir þeir sem hafa fyrra gildið yfir í seinna gildið. Það er sama gildi og þristurinn. Við sjáum að þristurinn er með gildi 9, þannig að allir þeir sem er sama gildi og þristurinn, þeir breytast nú yfir í sama gildið og 6 er, sem er 6. Ef það 8 yfir í 5, já, þá er hvað? Ef allir er orðin tengdir, þá eru allir með sama númerið, já. Akkurat. Prófum hérna, hvað ef ég hefði sagt hérna uppi union union 5 yfir í 2. Það breytast allar 6 en 9. Af hverju vegna þess að 5 er með gildi 6. Og tvisturinn er með gildið 9. Og þess vegna allir þeir sem eru með 6, þeir breytast yfir í 9. Þannig að þetta breytist á í 9 hérna og þetta breytist í 9. Ok? Ok, þessi aðferð kallast quick find. Og það er mjög fljótlegt að svara þessari fyrirspurn find. Við bara berum saman viðkomandi 2 gildi. Þannig að það tekur greinilega engan tíma. Hvers langa tíma tekur að framkvæma union aðgerð núna?
Worst case er alltaf bara linear. Worst case linear, já. Við þurfum að rauninni, af því við höfum ekki aðra leið, þá verðum við að skoða rauninni öll gildin í fylkinu og athuga hvort þau samsvara þessu fyrra gildi. Þannig að við þurfum, það er alltaf linear, já. Já, við skulum skoða hérna demo og kannski sýna ykkur hérna hvar við finnum það. Á vefsetri bókarinnar þá er hann sem Martin sagði, meðal annars hérna slæður og það eru líka þessi demo, til að mynda hérna demo fyrir Quick Find og keyrum það og það fer í gegnum svona pörun. Sko. Hérna framkvæmum aðgerðina 4,3, Union 3,8 og svo framvegis. 9 yfir 4. Takk eftir. Þarna vorum við, breyttum við fengum 5,0 þannig að þá bættist við þessi leggur og hvaða gildi breytast? Það gildi það 5 sem breytist. Allir þeir sem eru með 5, það er bæði 5 og 6 fá núna gildi 0. Ok. Og það getur verið sniðugt fyrir ykkur að skoða þetta sjálf. Getur gert það á réttan hraða. En þetta er bara ef það aldrei tekka stáður og byggingar alltaf. Nei, það er engar eyðingar hérna, það er bara bætt við. Það er mjög erfiðara verkefni að leyfa eyðingar. Þetta er allur kóðun fyrir gagnagrindina. Þetta er alveg eindæmum einfalt og flott. Þetta kemst alltaf á þessari einu slæðu. Það er að segja, við haldum utan með þetta fylki af ID fyrir öll stökin, hópanúmer. Og í smiðnum þá einfallega bara uppafstillum með þetta fylki. Muna að það má gera þessar 3 línur. Nei, við þurfum að uppafstilla með ID af I fær gildið I. Find-skipunum var svona einföld. Berum bara saman ID gildið af P og ID gildið af Q. Takk eftir að við skilum hérna true eða false. Við skilum true ef þau hafa jafnt gildi, false ef þau hafa mismunandi gildi. Og síðan er union og þá löpum við gegnum allt fylkið og athugum, ok, er viðkomandi stak jafnt og gildið á fyrra stakinu, það er að segja ID af P. Ef svo er, þá breytum við því gildi yfir í gildið á seinna stakinu. Þá sjáum við hérna, þetta er jú línulegu kóði, þetta fer í skoðar öll stökin. Þannig myndum við gera svona greiningu. Við þurfum eitthvað kostnaðarlíkan, það er það sem við teljum og hérna ætlum við að telja tilvísanir í fylki. Það er að segja, það er fletta upp í þessu ID fylki. Við rökum 1 fyrir það. Teljum ekki aðra aðgerðir. Þá sjáum við að find-skipunin hérna tekur konstant tíma. Það eru undir 2 stök en þetta hefur vaxtarhraðan eins og það veri 1. Meðan að union tekur línulega fjölda. Uppafstillingin tekur líka línulega fjölda. Þannig að þetta væri svo greining sem myndi framkoma. Og þá sjáum við út frá þessu, gallan við þessa útvarslu, þessi union aðgerð er dálítið dýr. Hún er of dýr. Þetta er leið til þess að hafa þetta mjög flata gagnagrind, það er mjög auðvelt að fletta upp, en við leggjum ómikið á okkur til að halda þessu algjörlega flötu. Þannig að ef við erum að fá n fyrirspurnir og erum með fylgjast af n, þá tekur það samanlagt n í öðru tilvísanir. Það er kvadratískt.
Kvadratískutími of mikill eiginlega öllum nútíma kerfum. Það skalast ekki upp vel. Hérna þessi góð útskýring á því af hverju það ekki góð hugmynd. Í dag getum við sagt sem svo, ok, tölva framkvæmir 10/9 aðgerð á sekúndu. Það er að segja 1 milljarð aðgerða. Það líka bil 10/9 orða minni. Giga, 4 gigabæti eða 8 gigabæti. Eitthvað þeirra stærðargráður. Það bendir til þess að það hægt að gera eitthvað við hvert stak í minninu á 1 sekúndu. Það sniðu að þetta virðist sjaldan breytast. Þetta hefur verið fasti síðan 1950. Hraðaaukningin og minnisaukningin hefur haldist í hendur. Þannig að það tekur alltaf 1 sekúndu að fara í gegnum allt minnið tölvunni. Hvað segir það okkur? Jú, það segir að ef við erum með margar aðgerðir og það er fullt af aðgerðir sem við getum til að mynda, við getum rúmað hérna 10/9 stök, 1 milljarð staka. Ef við gerum milljarð af unionskipum á þessi milljarð stök, þá tekur þetta samanlagt 10/18 aðgerðir. Hvað er 10/18 aðgerðir mikið? Það er 10/9 sekúndur sem eru 30+ ár. Það er mun meira tíma heldur en við getum nokkuð sem við leyft okkur. Og það er eiginlega bentið til þess að kvadratískur tímaflækja er alltaf mikið. Það sniðu að merkilega að sko, jafnvel þó að tölvurnar verði öflugri, þá verða slík reiknir alltaf verri. Af hverju? Vegna þess að, jú, tölvun getur verið orðið hraðvirkari, en hún er líka 10 sinnum meira minni. Þannig að stærðin af verkefni sem hún ræði við verður líka 10 sinnum stærri. Það þýðir það að tímaflækjan eykst þá ekki 10 sinnum heldur en 100 sinnum. Tími sem það tekur, þessar 10 sinnum öflugri tölvu, verður þá 10 sinnum meiri, ekki minni. Þannig að öflugu tölvur þýða alltaf meira og meira að við þurfum línulega eða nokkurn veginn línulega tímaflækju. Og það verður þá markmið okkur hérna. Ok, ég ákvaða að skipta þessu stíl í staðan fyrir eina pásu hafa svona nokkra pásur. Ef þið viljið skoða Facebook, þá er núna rétti tíminn. Þá rifja þér endur upp, hvaðan kemur þetta orð pása? Ég uppgötaði það þegar ég var að horfa á fótbolta í Bandaríkjunum. Þess að fótbolti sá maður ekki á venjulegum stöðum, en það var hægt að sjá það á spænsku stöðinni, Univision. Og þar talaði náttúrulega rosalega æstir, og þegar kom hlé, þegar það stoppaði, þá sagði þeir, pása, pása! Það er sem sagt þýðir sem þá greinilega ekki svona hlé á spænsku, en við eins og oft þegar orðið eru færð yfir annan tungumál, þá fá þau svona aðra núans, aðra merkingu. Sértækari merkingu. Svo datt mér hefur líka að sýna ykkur nokkru lausnir á þessi fyrsta dæmatímaverkefni og þó ég hef ekki boðið upp á beinlínis neina bónusa að þá gerum við það kannski fyrir áhugaverð lausnir og dæmatímakennarinn benti mér á nokkra skemmtilega lausnir til að mynda þessi hérna eftir Sigrúnu. Hérna er ein eftir Ragnar Þór. Og síðan er ein hérna eftir Hafdísi Erlu. En reyndar er þetta, þar með að skoða þetta í virkt, vegna þess að þetta er nefnilega animation, sjáðu hvernig augun hreyfast. Svo þegar maður fer með inn á milli, það verður svona nærsýn. Og við getum séð hérna, sko, ok, það er fullt af skilyrðum hérna, en kóðin er ekkert rosalega flókina. Það að hafa svona animation krefst bara tiltölulega einfaldara lykkju.
Ok? Já, pásan búin. Við sáum þarna lausnaraðferð sem virkar ágætlega en hún bara of tímafrek. Við verðum að gera eitthvað meira. Vandamálið er að það tók alltaf mikinn tíma að framkvæma union. Vegna þess að við vorum að halda þessu alltaf mjög flötu, þannig að fyrirspurnun var alltaf mjög hraðvirk. Hvað ef við leyfum okkur aðeins meiri tíma fyrir fyrirspurnuna en minni tíma fyrir lagfæringarnar, það er að segja að sameina hópana. Þeir kalla þetta lötu útgáfuna, meðan hittir hérna ákafa útgáfan, þá er þetta lazy approach. Það er að segja, gerum ekki meiri breytingar heldur en nauðsynlegt er. Og hugmyndin er svo, við lítum á þetta sem tré. Þeir sem eru í sama tré, þeir eru í sama hóp. Þannig í staðinn fyrir að allir hafa sama númer, þá er dugar að þeir geti bent á einhvern annan mann fyrir ofan sig í trénu og hann geti síðan bent á einhvern annan og endan og komast upp í rótina og það er rótin sem hefur síðan hópanúmerið. Og takk eftir hérna, við erum sem sagt með, þetta er rauninni mynd af þessu formi eins og það hér, 5 bendur og 6, ok, en síðan erum við með 3 bendur og 4. 3 bendur og 4, 4 hins vegar bendur á 9. 9 bendur á sjálfan sig. Þannig að þá erum við komin upp í rótinni þessu tré. Til þess að finna hvort með séu sama hóp, þá þurfum við að fara upp í trénu og athuga hver er rótin þeirra. Ok? Og þetta er alltaf sumt. Af hverju er þetta sniðugt? Vegna þess að þetta er ekkert mjög flókið að fylgja þessu eftir, bara fara upp í rótina. En sérlega vegna þess að þetta union verður mjög ódýrt. Til þess að gera union, þá tekur næstu enga tíma, en það eina sem við gerum er að við bara setjum annað tréð undir hitt. Þegar við núna gerum union, hvað ætlaðum við að gera? 3,6. Þá setjum við tréð sem 3 er í, það var þetta tréð hérna 9, með rótina 9. Við setjum það undir tréð með rótina 6. Hvernig gerum við það? Jú, það eina sem við þurfum að gera er bara að breyta þessu eina gildi hérna. Þannig að 9 núna bendir á 6. Það þýðir að þegar við ætlum að fletta upp 3, að þá fáum við fyrst, ok, 3 vísar í 4, 4 vísar í 9, 9 vísar í 6, 6 vísar í sjálfan sig. Þá erum við komin upp í rót. Ok? Þetta er ljóst? Eitthvað sem er ekki ljóst? Þá getum við líka að skoða demo á þessu. Þannig að sýna hvernig tréð myndast. 3 fyrir undir 8 hérna. 6 fyrir undir 5, að það er alltaf fyrra tréð sem fyrir undir seinna. 2 undir 1. 5 undir 0. 7 undir 2. Það er þessi tréð sem 2 er í. 6 undir 1. 7 undir 3. Takk eftir að hérna erum við komið með tréð sem er ekkert sérlega gott vegna þess að það hefur kannski verið betra að láta 8 fara undir ásinn heldur en ásinn undir 8. Og 6 hefðin er orðin aðeins djúp niður. En þannig að við skulum spá í það, hversu góð lausn er þetta? En fyrst skoðum aðeins kóðan, upphafstillingin er svo sama. Nú verður find tiltölulega einföld en samt hún þarf að keyra á svona hjálparfall. Hjálparfall sem finnur hver er rótin sem er í. Og við spyrjum, er rótin sem er í svo sama og sem rótin sem Q er í? Ekki bara hvort að ID-ið sé það sama. Til að fylgja því, þá erum við með mjög snyrtilega einfalda lykkju.
Þannig að við ítrekað látum I vera ID-ið sem I bendir á. Þannig að við förum förum á foreldrið, færum þaðan á foreldrið þess, þar til við komum upp í hnút sem hefur sama foreldragildi og hann sjálfur. Þess að þegar I jafnt og ID af I, þá erum við komin upp í rót. Union núna rauninni bara ein tilvísun í þetta fylki. Við þurfum bara að breyta einu staki, það að segja stakinu sem rótin í trénu sem P í, vísa núna í rótina af stakinu sem J í. Og þá viljum við meta þetta líka og meta núna fjölda tilvísuna í fylki. Hvað fáum við? Ups. Tímaflækinu versnað. Það N hérna og N. Hvernig getur staðið á því? Af hverju stendur N hérna fyrir Union? Við þetta var bara ein skipun sem framkvæmdum. Ha? Mjög mikið af array accessum frá. Á hverju? Þetta bara gegnum Tré getur verið mjög langt akkurat. Við getum byrjað mjög djúpt niðri og þurft að rekja okkur allavega upp, bara til að finna hver rótin Þannig, og hérna það akkurat ef við erum komið með þetta, í versta tilfelli getur þetta orðið svona slæmt. Ef við erum að gera fyrirspurn á tré sem alveg bara eins og beinlína, þá þurfum við að rekja okkur allavega upp og það getur verið N fyrirspurnir. Þannig jafnvel þó að þetta lítutröður einfalt, þá getur tímaflækjan samt verið slæm. Þetta reyndar slæmt í versta tilfelli, maður getur spurt sig hvernig það í meðaltali og það eitthvað sem einn gæti skoðað. En allavega í versta falli bæði Union og Find núna orðið línulegt. Og gallinn við Quick Union, þessi aðferð, það að þessi tré getur verið mjög há. Það þýðir þá að allar aðgerðir krefjast mikils tíma. Við virðumst vera að fara tilbaka fyrir ykkur heldur en áfram. En þetta samt svona rétt hugmynd, sko. Það við erum að reyna að balansera þessi tvær aðgerðir. Í staðan fyrir að láta Find aðgerðin vera alltaf þá bara mjög eldfljóta og hinn að vera dýra, reyna frekar að sko dreifa aðeins kostnaðanum milli þeirra. Kannski þurfa báðar að borga bara tiltölulega lítið. Þannig að við skulum skoða einfaldasta útgáfan af þessu, einfaldasta leið til þess að laga þetta, krefst bara einnar línu viðbót. Og svo svo, vandamálið gerist þegar við setjum, hvernig getur orðið svona langri línu? Það ef við látum langt tré vera undir öðru. Þá hefðum frekar átt að hafa þetta stuttatré undir langatrénu, eða háatrénu. Þannig að þegar við fáum 2 tré, en staðinn fyrir að það verða alltaf fyrra tré sem fyrir undir þetta seinna, það mjög órjúgrætt ef við erum með mjög stórt tré hérna vinstra megin að láta það undir minna tré hérna megin, þá látum við alltaf minna tréð verið undir stærra trénu. Þess að minna núna hæðin á trénu. Það þýðir reyndar það að við þurfum þá að geta vita hver hæðin á trénu og þurfum að geta viðhaldið það á ódýran hátt vegna þess að það veri of dýrt ef við þurfum alltaf að fara í gegnum allt fylkið til þess að meta hæðin á trénu eða fara í gegnum öll stökin í þessu tré. Hérna dæmi hvernig þetta getur þá litið út að fyrir Quick Union, fyrir ákveðnar fyrirspurnir, þá enduðum við upp með þetta tré hérna vinstra megin sem ansi hátt og svona óbalanserað. Þeir meta hérna meðalfjallað frá nóðu yfir í rót rúmlega 5. Ef við notum þessa vegnaðaferð, þar sem við látum alltaf minna tréð undir það stærra, þá fáum við hérna miklu flatara tré og meðalfjallaðin frá hnúti yfir í rót 1,5. Meðalfjallaðin reynir segjum til sko, hver meðalkostnaðin við þess að find þessa rút, þessa union aðgerð. Þannig að samkvæmt þessu virkar þetta mjög vel.
Nú, eitt af því sem að þið fáið að glíma við núna í næsta skilaverkefni, það er að gera tilraunir með þessar aðferðir. Sjá, ef við gerum svona sem sagt gögn af handahófi, hver er tímaflækjan? Er virkilega þessi vegna útgáfa miklu betri heldur en þessi Quick Union útgáfa? Við skulum reyna aðeins að rökstyðja þetta, af hverju þetta er góð lausn. Fyrst skoðum við hvernig förum að því að breyta kóðanum og það er mjög einföld breyting, find kóðin er nákvæmlega svo sami, bara flettum upp hvort að rótin á öðru sé sama rótin á hinu. Og meðan að þessi union aðgerð, hún breytist aðeins, þar sé að nú viljum við bera saman, við þurfum að athuga stærðina eða hæðina á öðru trénu á móti hinu trénu. Ef hæðin á tré I er minni heldur en hæðin á tré J, þá ætlum við að láta I undir tréð J. Annars gerum við öfugt. Þannig að bætum við hérna einn if-skipun, öðruleyti er þetta eins. En við þurfum síðan að halda utanum, við þurfum að uppfæra þetta gildi, þetta size-gildi. Já, þetta var rangt hjá mér, þetta var hæðin á trénu, þetta er stærðin á trénu. Þannig að við látum stærðin á þessu trénu hérna fyrir J, þá bætum við stærðin á trénu sem I er með, þá fáum við heildarstærðina fyrir þetta nýja tré. Ok, nú viljum við reyna að rökstyðja af hverju þetta sé góð lausn. Nú ætlum ég að gefa ykkur eina sönnun, hún er mjög stutt, ég krefst smá íhugunar, svo tökum við pásu eftir hana. Eina sönnun, það segja það að hver aðgerð kostar bara log n tíma, alltaf. Þannig í versta falli þá tekur þetta mestalagi log n aðgerðir að framkvæma find eða union. Það tengist í að með því að nota þessa reglu, þessi stærðin á trénu sem skiptir máli og minna tréð fyrir undir stærra tréð, þá tryggjum við það að dýptin á hverjum hnút sé mestalega log n. Það sé hversu langt er frá hnútnum yfir í rótina. Og ef þetta gildir fyrir alla hnútana, þá þýðir það fyrir hverja aðgerð, fyrir allar aðgerðir, þá borgum við ekki meiri tíma þetta. Ok, þannig að við ætlum að reyna að rökstyðja að hæðin á trénu, dýptin á hvaða einasta hnút sem er aldrei meira en log n. Leiðin sem við förum til þess er rauninni að sýna það sem er samsvarandi, það er að segja, ef við erum með tré af hæðinni h, þá er fjöldin hnúta í trénu allavega 2 í veldinu h. Þetta er akkurat andhverfuna þessu hérna, vegna þess að ef við tökum logran báðu megin, þá fáum við að hæðin á trénu er mestalagi log n. Ok, þannig að við ætlum að rökstyðja það að ef við erum með virkilega hátt tré, þá þarf það líka að vera rosalega stórt. Þannig að hæðin er þá aldrei meira log n. Hvernig förum við að því? Jú, hvenær gerist það að hæðin stækkar? Til að hæðin þurfa að stækka, þá þarf það að gerast að við séum með stórt tré sem er sett undir annað. Þannig að við vorum þá að gera union aðgerð. Þá getur það hækkað 1. Það er þá að þýða það að það er þá hæðin á þessu tré er allavega eins mikið eins og hæðin á þessu tré hérna. Ok, en við vitum að stærðin á þessu tré sem er sett undir er ekki meiri heldur en stærðin á þessu hérna. Þannig að stærðin á trénu
hlýtur þó að tvöfaldast miðað við stærðina á þessu sem var hér. Þannig að stærðina á þessu heildartré allavega tvöfald stærri heldur en stærðina á þessu eina tré hér. Þannig að fyrir hverja svona hækkun á hæðinni þá verður stærðin á trénu að tvöfaldast. Þannig að ef við erum með H-tvöfaldanir þá stærðin á trénu allavega 2 í vildin H. Allt og sumt. Ok, herðu, tökum aðra pásu. Nú getið kannski heyrt ykkur aðeins. Já. Já, ég ímynda mér að það sé að geta júní og þrjá
Ok. Hérna var líka þetta demo fyrir Weighted Quick Union sem við getum skoðað. Það getur hérna í lokin þegar við fáum fyrirspurnina Union 7,3. Þó að 7 komi á undan, þá setjum við ekki tréð sem 7 er í undir það sem tréð 3 er í, af því að 7 tréð er miklu stærra. Það er með 6 stök meðan að þristurinn er bara í tréð með 4 stökum. Þess vegna setjum við seinna tréð undir það fyrra og þá var þetta loka niðurstaðan. Já, við teljum hérna fjöldastaka. Fjöldastaka reyndar fylgir nokkurn veginn hæðinni en það er allavega nákvæmari mælikvarði heldur en að telja bara hæðinni. Ok. Svo er önnur leið til að bæta þetta sem við kallast leiðaþjöppun, path compression. Skoðum þetta tré hérna vinstri megin. Takk eftir að það eru ýmis stök sem eru aðeins djúpt þarna niðri, til dæmis 12. Og ef við þurfum að fletta upp 12-inni þá þurfum við að borga fyrir alla leiðina á leiðinandi, sem er kannski í lagi einu sinni, en ef það er oft spurt um 12-ina, þá erum við alltaf að borga fyrir sömu leiðina aftur og aftur. Þessi stað er hugmyndin hérna, svo, já, ef við erum hvort þið að rekja okkur gegnum þetta, af hverju þjöppum við ekki bara þessu á sama tíma? Það er að segja, allir þá hnútar sem við finnum á leiðinni, látum það bara benda í rótina. Reyndar þarf auka lykkju til þess, þegar við erum búin að finna rótina þá göngum við í gegn og látum þetta benda hérna á rótina vegna við vitum ekki þegar við erum með fyrst að leita hver er rótin. En svo auka lykkja kostar ekkert meira heldur en upphafleg uppfletting og það tryggir þá það að við erum aldrei að borga þessa sömu aðgerðir oftar. Og það er líka til einfaldri útgáfa þessu sem er ekki alveg vandvirk en tekur ennþá minni tíma sem er svo að við látum alltaf bara hoppa á afan í trénu. Það er að segja hver nóða í staðan fyrir að benda á föðurinn, það bendar hún á afan. Það er að segja stæki sem er 2 fyrir ofan. Þannig að ef þú ert með langa leið, þá helmingast leiðin við þetta. Og það sniðuga við það er það að þetta þýðir bara 1 auka lína.
inn í þessa root aðferð, þar við fylgjum eftir þessum bendum upp á við, þá bætum við þessi einni línu þar sem við látum, breytum gildinu í leiðinni til að vísa á gildið þar fyrir ofan. Og það sniðuga við þetta það að því að þegar þú ert komin upp í rót, þá ID við sama á I, þannig að þá gerir það ekki neitt þegar þú ert komin upp í. Þú ert ekki að taka það fyrir sem er sérstakt jaðartilfelli. Þannig að þessi eina lína helmingar stærðan á trénu og yfirleitt þá virkar það ótrúlega vel. Hérna þá dæmi þetta weighted quickie með leiðaþjöppun. Við gerum union af 4,3, 3 fyrir 4, 8 undir 3, 6 undir 5, 9,4, 9 fyrir 4, 2,1, fyrirspurnum 8 og 9, en 8 og 9 eru þegar saman trénu þannig við gerum ekki neitt. Sem kemur 5,0, 5 var hérna, 0 hér, þannig að það þá 0 sem á að fara undir rótinu á trénu sem 5 er í. 7,2, hvað 7? 7 hér, 2 hér. 7 minna tréð, þannig að það fer undir tvistinn. 6,1. Og þá séum við, 6 hérna á að fara undir þetta tré hér, undir ásinn. Eða öfugt. Já, það er hérna hafa það í akkurat öfugri röð, þannig að það er seinna tréð sem fyrir undir ef þau eru jafn stór. En í staðinn fyrir að það fari bara beint undir, þá gerum við þessa þjöppun hérna í leiðinni. Það er að segja að við látum ásinn núna, að því við flettum upp ásnum. Þannig að tréð hefði átt að líta út sem það 6, 2, ás, 7 og það síðan yfir í 0 og 5. Að því við flettum upp ásnum þá látum við ásúnuna vísa í afan, það er að segja beint upp í þetta hér og eyðum þessum legg þá. Og þá lítur tréð út svona. Og þá annað dæmi viðbót 6,7. Já, það gerir ekki neitt. Það gerir ekki neitt nema að við framkvæmum samt sem áður þessa leiðaþjöppun. Þannig að 7 núna bendir á forföður sinn, afan sem er 6. Þannig að nú er þetta orðið alveg fullþjappað tré. Samkvæmt þessu dæmi virðist þetta líta mjög vel út. Hversu vel allir þetta virki? Við getum gert tilraun á því og það er líka hlutaverkefnið að skoða það eins. Er þetta virkilega endurbótið ekki? Við erum að leggja í ákveðin kostnað, reynda mjög lítinn kostnað, en samt einhvern kostnað við að framkvæma þessa breytingu. Borgar það sig? Fræðilega séð að þá borgar það sig. Það hefur verið sýnt fram á og þetta er hérna Bob Tarjan, Robert Tarjan, prófessor við Princeton. Hann fekk Turing-verðlaunin 1986, meðal annars fyrir reiknirit og gagngrundur tengda þessum Union Find. Og hann leit út að ef við erum með eftirfarandi setningu, segjum við byrjum á tómri gagnagrind og við gerum eitthvað bland af svona Union Find aðgerðum, þar sem við erum með M mismunandi aðgerðir og N mismunandi hluti. Heildarkostnaður við þetta verður þá í réttu hlutfalli við þetta formúlu hér. N plus M sinnum log stjarna n. Og þá spyrjum okkur hvað er log stjarna n. Og það er mjög skemmtilegt fall. Það er fallið sem segir okkur hversu oft þarf ég að taka logra til þess að vera komið niður fyrir 2. Ef ég fæ einhverju stóra tölu, hvað þarf ég oft að taka logran af þinnu, ítrekkað að logran þar til ég komið niður í 2. Þá sjáum við, ef við erum niður fyrir 2. Þá segja ef við erum með 2 þá þurfum við að gera það einu sinni. Ef við erum 4 þá gerum við 2 svar. 16. Ef við tökum einu sinni logran með 16 þá var það 4, aftur 2 og svo 1. Þannig að fyrsta stækið sem gefur okkur
að logstjarna verði jafnt að 4 er 65.536. Það er 2/16. Til þess að logstjarnavenn verði 5, þá þarf talan að vera allan að 2/2/16, sem er 2/65.000. 2/65.000 er ansi stór tala. Hvað ætli þessi margir tölustafir? Muni eftir þessi einföldu back of the envelope reglu, eins og ég kalla það. 2/10 er það bil 10/3. Þannig ef við erum með 2/65.000, þá er það það bil 2/10 sem er þá 10/3 6.500, sem er þá það bil 10/20.000. 10/20.000 er sem sagt tala sem er með 20.000 tölustafi. Þess að það tekur nokkra blaðsíður að skrifa töluna. Það er örugglega meira heldur en þið komið til með að vinna með á ykkar líftíma. Það er alltaf gaman að vísa í minni þegar maður er að vinna með stóra tölur. Hvað eru mörg atóm til í alheiminum? Vitið þið það? Það bil. Já. Já, einhver starf þeirri starfagráðu. 10^87, ok. Við erum að tala 10^20.000. Það er dálítið mikið meira. Allavega, þetta er mjög skemmtilegt fall, en það er ótrúlega lítið sem það segir okkur að í praxis þá er þessi aðferð tekur nú línulegan tíma. Fræðilega séð það er ekki alveg línulegan tími, en þetta logstjarna vex svo hægt að við sjáum aldrei stærri gildi heldur en 5. Og það er meira hægt að sanna það sé ekki hægt að fá línulegan tíma. En það er í fræðin. Það er nóg fyrir okkur að muna praxis, þá er þessi aðferð línulegan tíma. Meðan að weighted quick union án þess að leiða þjöppunar tekur n log n tíma. Nú erum við búin að ganga í gegnum, við erum búin að skoða rauninni 4 mismunandi útgáfur af lausn á þessu sama verkefni og búin að ná tímaflækjunni niður ótrúlega mikið. Og þetta er kannski svona þemað, þetta er svona uppskriftin að því hvernig við vinnum, við finnum rétta leið til að formúlera, við komum með eitthvað einfalt reiknir til að byrja með, sýnum fram að það virki og athugum síðan hversu vel það virkar. Er það nægilega hratt? Ef ekki, þá þurfum við að ítrykka. Leggjum eitthvað aðeins meira á okkur. Þar til að við erum komið niður á lausn sem er virkilega góð. Og þá taka við dæmi aftur hérna. Ef við erum með þessi 1 milljarð staka og 1 milljarð aðgerðir á þau, það tók 30 ár ef við erum með quick find. Með weighted quick union með leiðarþjöppun þá tekur það 6 sekundur. Þetta er þessi almenna regla að sko, tölvuafl dugar upp á ákveðnu marki til þess að gera rauninni mesta bætingir fast með því nota góða lausnaraðferð. Og lélegustu forritin er skrifið með lélegum reikniritum. Þannig að þetta er þessi samantekt á þessu. Nú í lokin ætla ég að sýna okkur hérna nokkuð dæmi. Þetta er líkt og prófdæmi frá því fyrra. Hérna er okkur gefið eitthvað ákveðið ID-fylki. Við erum búin að vera að framkvæma einhverja aðgerðir með weighted quick union. Getur þetta verið gild niðurstaða? Gæti þetta hafa verið niðurstaðan eftir einhverju runu af union aðgerðum með weighted quick union? Nei, okkur ekki.
Þannig kannski allt í lagi þó sem margir sem eru með sama, það er allir með, næstum allir með 8 nema 8 hins vegar vísar í einhvern annan. Núll benda 8, já. Leiðin til að sjá þetta er að þú að teikna þetta upp. Teikna þetta upp í svona tríu eins og við höfum haft. Og sjáum, já, það benda næstum við allir á 8 nema 8 bendir 0 og 0 bendir á sjálfa sig. Og þá spyrjum við, hefði þetta getið gerst? Af hverju ekki? 8 hefði þurft að vera ofar. Hvenær hefði það átt að gerast? Já, við áttum að tengja minnipartin fyrir neðan. Á einhverju tímapunkti þá fekk 8 gildi 0. Það er að segja 3 sem 8 var í var sett undir 0. Hefði það getið gerst þegar að það var bara tómt 3? Af hverju hefði það ekki getið gerst þá? Akkúrat, þá hefði þessi ásíðan til dæmis þurft að benda á 0, af því þú bendir alltaf á rótinu trénu. Sem þýðir að þetta var gert, 8 fékk þetta gildi 0 hérna, eftir að allir þessir gaurar voru komnir fyrir neðan hann. Sem þýðir þá að stærðin á trénu sem 8 er í er miklu meiri heldur stærðin á trénu sem 0 er í og það hefði þá ekki getið gerst. 0 hefði þurft að fara undir 8. Þannig svari hér er nei. Tökum annað dæmi. Hvað átti þetta nú að sýna? Já, ok, þetta er smá trikk, ok. Nú þurfum aðeins að rýna góðan. Rýna þetta fylki, getur þetta hafa gerst? Af hverju ekki? Sjá. 0 bendir á 6, 6 bendir á 8 og 8 bendir á 0. Hárrétt. Djöfull voru það snöggir. Þetta er akkurat myndin sem ég ætlaði að tekna. Þetta myndar lykkju. Það getur ekki myndast lykkja hérna. Þetta verður alltaf 3. Þannig svari hér nei. Hvað með þetta dæmi hér? Getur þetta að myndast? Já, auðvitað. Þá er ég búinn með dæmin. Ég er bara búinn alltaf snemma, það er vonandi afsakanlegt. Einhverjar spurningar í lokin? Þá sjáumst við á miðvikudag.